Já, ég vann 1-3 sigur hjá ykkur gegn Fylkismönnum. Þú hlýtur að vera ánægð með þína menn, eða hvað? Já, ég er gríðarlega ánægð með mína menn og bara spilamennskuna í dag. Bara mjög solid. Ég held að það við sanngjarnt sigur. Byrjið leikinn af miklum krafti og eruð núleitt yfir í hálfleik. Fannst þér það getur verið fleiri mörkum yfir í hálfleik? Já, þú veist, ég fengi náttúrulega 1-2 svona hálffæri í fyrir hálfleik fyrir utan þetta mark. Þannig að við vorum ekkert eitthvað að tæta Fylkismenn í okkur sko, en mér fannst við vera ofan á og við ætla að náðum að halda þeim vel í skefjum, þannig að okkur stóð ekki mikil ógn af Fylkismönnum í fyrri hálfleik. Þannig að ég reiknaði nú með að þeir myndu stíga upp og koma dýrvitlausir inn í seinni hálfleikinn, sem að svona rættist allavega hálfu leyti að þeir allavega stigu upp og þá fengum við ennþá betur sénsa og nýttum þá. Þið setið síðan 2 mörk snemma í seinni. Hvað sagðirðu við þína menn í hálfleik? Bara akkurat þetta, að sko ekki láta blekkjast af því að þó að okkur hafi gengið vel og við vorum á í fyrri hálfleik. Sko Fylkismenn eru gríðarlega sterkt lið og svona baráttuglatt lið, þannig að ég reiknaði með að það er bara allt annar andi í þeim sem að var að læti í þeim og allt það, þannig að við þurftum að bara nú stilla okkur og byrja upp á nýtt í raun og veru og ná aftur bara fókus í að berjast og vinna einvígin og svona og reyna að slökkva þá í allavega svona fyrstu árás Fylkismanna til að svara og það gekk bara mjög vel og eftir bara korter eða eitthvað erum við búin að skora held ég 2-0 og sem að gaf okkur svona aðeins meira breathing space. Sigurður Egill, frábær hér í dag, skora 2 mörk. Hversu mikilvægur er hann fyrir ykkar menn þá bæði innan sem utan vallar? Bara gríðarlega mikilvægur öllu leyti. Þetta frábært þegar þetta skilar sér í bara beinum mörkum eða stóðsendingum. Hann spilaði fínt í dag, þú veist, spila betur heldur en í dag, hann var næstum búinn að gefa þeim mark en þessi slút sérstaklega fyrra, já og seinna slútið með hægri, alveg, þetta er hágæða moment hjá honum, þannig að það munar alveg heldur betur hann, bæði, en svo ekki síður varnarlega, hann er mjög svona agaður og duglegur varnarlega líka. Og hann hlýtur að vera ákveðin leiðtogi í klefunum einnig, eða hvað? Já, þú veist, ég er frekar lítið fyrir að taka menn eitthvað út úr sig og búa til einhverjar stjörnur. Mér finnst allir, þetta lið er bara fullt af leiðtogum, sko. Hann er svo sem aðalega bara fyrirmyndin í bæði hvað var að gæði í bara fótbolta og líka bara hvernig hann sinnir þessu, bæði innan og utan vallar, eða þessast á æfingum og í leikjum. Þá er hann að gera þetta mikilli fagmennsku og það er svona helst fyrirmyndi sem hann geislar af sér. Þið virtust þurfa að skipta sokka fyrir leik. Var það eitthvað sem að dómarateymið var að skipta sér af eða var það ykkar megin eða hvernig var það? Já, ég veit ekki svona okkur, voru ekki inn í svörtum sokkum. Já, þeir allavega áttu eitthvað að greina það. Við bara skiptum sokka og lítið mál. Og lokum komnir á toppinn með þessum sigri. Það hlýtur að vera góða fréttir fyrir þína menn? Já, auðvitað. Bara við höfum verið þarna áður fyrir í sumar og nú þurfum við að höndla þess betur en síðast. Herri, takk fyrir, til hamingju.